Selárdalslaug stendur við bakka Selár og var byggð í sjálfboðavinnu sumarið 1949 af félagsmönnum í Einherja, ungmennafélagi Vopnafjarðar. Ef einhver þekkir laugina þá er það líklega hann Ólafur Björgvin Valgeirsson sem er kominn á sitt 29. ár sem sundlaugavörður. Þannig séð þá er þetta bara sundlaug eins og sundlaug gerast, steypukassi með vatni, en það er staðsetningin. Það er staðsetningin sem að gerir hana svolítið sérstakar. Það er Seláin hérna rétt hjá og... Já, og þetta gil hérna, skjólgóður staður og áin og gróðurinn og það er sagt sagði einhvers skáld, sagði einhver tímann að ekkert gerði Guð kindarlega og ég segi fyrir mig að hann hefði getað valið verri staði fyrir þessa heitu uppsprettu sem er hérna í gilinu Hún hefði ekkert endilega þurft að vera hér. Þannig að þetta er bara snilld. Af hverju heldur að þessi sundlaug hafi verið byggð hér? Já, það er bara mjög einfalt mál því að hér var vatnið. Og fyrir æði löngu síðan, 1928, þá var byggð laug hérna utan við, sem stóð dálítið utar og neðar og það virkaði þann veginn að það voru steyptir 3 veggir, klöppin var botninn og svo var 4. veggurinn var hérna klöppin þar sem heita vatnið seytlaði fram. Það var eins og mikið náttúrulega eins og hægt var að hugsa. Og hún stóð í einhver 15 ár þangað til áin braut hann niður og þá var farið í þessa. Það var upphaflega þegar þessi fyrri var byggð þá var það ungmennafélag sem þá var til hérna í Östursveitinni. Þeir höfðu áhuga á öllu sem er svona til menningar horfði og þeir vildu endilega komast að sundkennslu. En þeir fundu það líka út að það væri ekki raunhæft að allir sér að kenna sund öðruvísi en hafa heitt vatn. Ekki vera að böðla krakka greifunum í 3–4 gráðu heitu vatni. Og þá var ákveðið að nota þessa uppsprettu hér. Þessi laug hérna, hún á sér mikla sögu. Já, þetta er náttúrulega þetta er rúmlega 70 ára gamalt mannvirki. Hér var börnunum kennt í heimavist. Þeir voru hér í hálfa mánuð og lærðu að synda, eða ekki. Rekin út í laug á morgnana og svo fengu við morgunmat og svo var aftur í laugina og svona gengu þessar 2 vikur. Þetta er svolítið misjafnt í minningunni, sumum finnst þetta voða gaman en svo þegar það fara að krafla í þessu þá var nú kannski dálítið erfitt að fyrsta skiptið heiman og eitthvað svona. Stundum grátu í koddann á kvöldin. En það er líka margir sem hafa komið hérna og höfðu verið hér í þessu húsi þeir hafa ekki komið kannski síðan voru börn. Og svo fá þeir að skoða sig og þá segir það var þetta ekki stærra. En felst sjarminn ekki svolítið í því að hún haldi þessu upprunalega útliti sínu að það sé ekki mikið verið að bæta við og stækka? Það var nú einn af þessum liðum sem var nú mikið talað rafmagnsleysið. Hann bara mætti ekki koma að rafmagn hérna. Það væri svo mikið hluti af sjarmanum að vera að paufast í svarta myrkri með kertaljós og ég er alveg sáttur við það En það að hafa ekki rafmagn á svona stað, það er náttúrulega meira og minna hamlandi fyrir þá sem þurfa að vinna þetta. Og það er ekkert þægilegt að skúra við kertaljós eða luktarljós og sjáum þetta svona í myrkri. Hér er sundlaugin, hún er staðsett 12 kílómetra norðan við Vopnafjörð. Eru Vopnfirðingar duglegir að nýta sér laugina? Jú, það er náttúrulega bara eins og það eru sundstöðum, það eru fastakúnnar og svo öllu jöfnu, það er svona svolítið veðurbundið sjálfsögðu. Betra að koma fleiri í skárra veðri. Helgarnar eru betur nýttar heldur en virkudagarnir og þetta er svona svipað eins og gengur og gerist. Hér er friðsælt? Já, það er ótt að segja það og þó þetta sé náttúrulega orðið svolítið reglugerðarlegra heldur en það var. Samanber þessa girðingu
Og þetta varð að gera til þess að uppfylla reglugerð 814 frá 2010. Var þetta bara opið allt saman hérna? Já, og hún gekk sko sjálfala allan ársins hring og það var aldrei lokað sko. Það var einhver opinber opnunartími sem var frá 7 til 11 eða eitthvað. En það var einhver lokað þannig. Hér gætu menn bara komið öllum tímum sólarhringsins? Já, og þetta er svona í rauninni til 2013. Já, það er ekki lengra síðan. Nei. Við byggjum Óla Valgeirs að líti yfir árin 29 sem hann hefur starfað sem sundlaugavörður í Selárdalslaug. Hvað skildi koma upp í hugan? Það var skemmtur upp og komið þegar gamli Georg Bush, Bandaríkjaforseti, hann var nú reyndar hættur og var forseti þá. Hann kom hér að veiða lax. Maður vissi alltaf þegar hann var kom á þetta svæði hér vegna þess að svona hálftíma áður en hann kom, þá komu 2 svona 2 metra slánar, ákaflega breiðvaxnir, andnefnum ryggfrökkum. Komu hérna niður og kíktu inn í alla klefa, skipti engu það hvort það var kallar eða kvennaklegar. Og hérna út á bakkan og svona og leitaði einhverjum. Svo komu 3 risastórir svartir Suburban-bílar og svo bíllinn leiðsögumannsins og yfirleitt var forsetinn fyrirverandi, hann vildi ekkert sitja í þessum stóru jeppum, hann vildi bara vera í bílnum með leiðsögumannsins, gætinn. Kíkti hann ekkert í sund, forsetinn? Nei, hann gerði það nú ekki.